ég bara í sífellt auknum mæli sé ekki nákvæmlega hvað það sem réttlætir að RÚV sé þarna. Sko, að selja það náttúrulega ein leið. Mér finnst það svona, þú veist, bara mjög spennandi, væri 100% til að ræða það, en að byrja á skrefi sem við í Miðflokknum höfum talað fyrir, sem enginn ætti að þurfa að hafa áhyggjur af, sem að leyfa fólki að ráðstafa útvarpsgjaldi sínu frjálst. Já, minnst það reynda frábær hugmynd. Þú hefur hagsmunað í málinu. Já. Þannig að, sko, ég held að sko, við getum bara ekki eins og byrjað að sjá fyrir okkur þá dýrð sem myndi fylgja þessu skrefi. Í fyrsta lagi, þá fær Ríkisútvarpið aðhald frá almenningi. Þannig að, sko, ef að Ríkisútvarpið, það getur ekki verið á móti þessu, en ef að það að vinna vinnu sína og ef að allir eru sáttir, eins og þau segja, þá mun engin breyting verða. Þá mun engin fara að ráðstafa sínu útvarpsgjaldi neitt annað en til RÚV. Ef hins vegar, það fólk með önnur sjónarmið í lýðræðislegu samfélagi og getur þá ráðstafað því sjálft hvert það setur peninginn, þá myndum við kannski fá 4-5 manna litlar ritstjórnir. Við vitum að þær geta unnið mikil ósköp. Heldur betur. Sem væri þá kannski á öðru máli eða nálguðust málin út frá öðru sjónarhorni. Af því þú veist, það alveg fullt af fólki á Twitter sem öðru máli, en það hefur ekkert bolmagn, sko. Og litli miðlar, þú veist, ég reiki svona miðil og það er bara x mikið sem getur gert á íslensku markaði. Þetta eru bara markaðslögmálin eru þannig. Og okkur veitir svo sannarlega ekki af meira fjölræði á fjölmiðlamarkaði. Það séu ólík sjónarmið sem að séu að útvarpa sínum skoðunum. Og líka bara, þú veist, hlaðvörp eru algjör bylting og ég elska hlaðvörpun, en allt annað starf sko að vera leiðilegu blaðamaður sem fer í vinna frá 9 til 5 og bara hringja símtöl til þess að skrifa fréttir. Ef að það alltaf gert, ef að eini vettvangurinn þar sem að slík vinna unnin á svona einhvern rétttrúna vettvangi, skilur RÚV eða Vísi eða, þú veist, MBL að hluta og Vísir reynda bara að hluta, ekkert alveg. En skilur, ef að einu blaðamennir sem í þeirri grein eru bara þar, þá það mjög vont fyrir lýðræðisumræðuna, sko, af því við þurfum líka að texta, við þurfum bara einfalda grein, sko, það sem stendur eitthvað. Þeir eru að gera ýmislegt með nútímann, skilur, en bara þú þekkir þetta alveg. Menn ekkert með endalaust mannskap eða endalaust úthald og svo framvegis. En sko, hitt náttúrulega að framtíðarsýnin ekkert að ríkið eiginlega rukka almenning einhvern nefskatt til þess að svo útdeila til fjölmiðla. Mér hugnast það ekkert sko sem fyrirkomulag almennt, en sem fyrsta skref í áttina því að senda skilaboð að sko ríkisútvarpsfyrirkomulagið hefur verið frábært, kannski á öldinni, reyndar ef maður gleypir meiri svarta pillur þá náttúrulega getur maður alveg farið að hugsa öðruvísi það mál, sko. Maður getur alveg farið að hugsa öðruvísi einokun ríkis á fjölmiðlamarkaði, það er náttúrulega fasíst í eðli sínu, sko, en ok, látum það vera. Fyrirkomulag sem hefur reynst vel, en í seinni tíma þá mikil óánægja meðal almennings oft með hvernig RÚV nálgast mál. Og hvort að RÚV geti lagað það með því að breyta sér, það er kannski hægt. Er það líklegt? Hefur einhver á tilfinningunni að það verði þannig? Það frekar ólíklegt. Það er frekar ólíklegt. Það er þróunin frekar í hináttina, að þessu frekar herðast í hináttina. Þannig að mér finnst þetta bara mjög, og ég held að eins og ég að segja, sko, áhrifin sem við getum haft, bara með þessar breytingu, bara einföld breyting, þetta er bara prinsipatriði, hörðu, þú borgar hérna útvarpsgjald, af því að við viljum að það sé einhver íslensk miðlun í gangi, þá það sjónarmiðið þar að baki, þú veist, má deilum sjónarmiðið, má deilum gjaldið, en það sjónarmiðið sem það bara ekki, ok, svo útdeilur í, rétt eins og við erum með lífskoðunarfélög. Já, við höfum fyrirmyndina það. Það má deilum það fyrirkomulag, hvort að ríkið innheimta lífskoðunargjald frá fólki, mitt fell í þjóðkirkjuna, þannig ég bara lifi í góðri sátt við þetta gjald, sko, en þannig að, sko, áhrifin málið að, ok, þú fengir litli minni miðla, þú veist, kannski líka hluta sem myndi bara efla Moggann eða efla Vísi eða efla hvernig það væri, þú veist, þá það bara líka dæmi, en þú getur líka bara stofna miðl og bara boðið upp á að greiða til þín og bara sanna þig á markaði og þá hefur fólk þetta markaðsleið, en ekki aðeins eru áhrifin þau að þetta fólk kæmi inn á markaðin og gæti það farið að starfa við þetta, en ég pældi, við vitum báðir fullt af ótrúlega hæfum höfundum, blaðamönnum, hugsuðum, pælurum sem ættu náttúrulega bara að vera í fullri vinnu við þetta, sko. Þú veist, þeir eru að vinna við eitthvað allt annað núna, sko, eru í einhverju braski eða hvernig það sko, en ættu bara að vera í fullri vinnu við þetta. Áhrifin þar eru frábær, en líka áhrifin sem þetta myndi hafa á RÚV. Þannig að RÚV myndi náttúrulega þurfa að nálgast vinnuna sína öðruvísi, sko. Já, það verður þeir komnir í raunverulega, sko, samkeppni þar sem þeir eru ekki í, sko, dóminerandi stöðu. Ég sé ekki hvernig þið getur verið á móti þessu.